Gunnar, Kórinn heldur áfram að gefa 3 stig gegn Leikni í dag, hvernig gerir þetta upp? Já, bara töff leikur. Ég meina, Leiknir eru bara flott lið, vel þjálfaðir og bara með flotta leikmennanna og þetta var bara hörku leikur sko. Ánægður að sjá svona karakterinn hjá okkur. Við náttúrulega einhvern veginn bara skýtum upp á baki í síðasta leik og vorum ólíkir sjálfum okkur og við tölum það í vikunni að við ætlum svona að sýna fólkinu okkar að við erum stærri karakter en þetta og gefa allt í þetta fyrir Háka og merkið og við fannst mér gera þetta. Þeir voru að fleygja fyrir allt og voru virkilega sjarpana og við náttúrulega sköpum einhver, ég veit ekki hvað, 5-6 færi, bara dauðafæri einn á móti markmanni sem við hefum alveg verið til að skora fyrr úr svo maður getur ekki verið alveg á nálum hann í lokin en gríðarlegur karakter og frábært að geta klárað þetta svona. Leiknismenn jafna bara sterkt að svara strax? Já, mjög, virkilega sko. Við vitum alveg hvað býr í þessu liði, við vitum það að við erum góðir og þegar við erum svona bara með kórinn með okkur og fólkið með okkur og 23 gram á logni sko, þá erum við helviti góðir sko. Hvernig voru taugarnar í restina? Já, það voru þandar, við getum sagt það, bara ógeðslega ánægðir að sjá hvað við stígum upp á þessum momentum og viljum hlaupa, viljum berjast, viljum hjálpa okkur öðrum og það er það sem er alltaf einkennir lið og mér finnst við vera komnir þangað og við erum ekki hættir núna, við viljum bara halda áfram og eins og við var sett ekki síðasta leik en við erum svona komin aftur heim og náum svona 3 stöðum aftur og fá tilfinningun aftur og það eru 4 bara mikið að leikja framöndan sem við ætlum bara að fara í til að vinna. Mitt þessi 4 leikir, 3 gegn efstu 3 liðunum, 4 stig á toppinn, hvernig leggst þessi lokasprettur í þið? Nei, bara gríðarlega vel, ég meina þetta er bara eins og þessi deild hún er náttúrulega alveg ótrúleg og allt getur gerst og við erum bara að hugsa okkur, við hugsa bara næsta leik og það er bara mótið Aftureldingu og útivelli og við erum bara tilbúin í bátana fyrir þann leik. Markmið að ná þessu toppsæti? Ja, við erum ennþá að reyna, með við höfum séðast þá gerum við það, já. Aron Kristófur, hann fer út af snemma leiks, hver er staðan á honum? Ég bara veit það ekki, hann segir einhvern veginn, hann snýris einhvern veginn, en ég veit ekki hvað þetta er, hvort þessi ökli eða eitthvað meira, við þurfum bara að sjá hvernig þetta verður á næsta dögum. Hvernig er bara svona annar staðan á meiðslalistanum? Hún er búin að vera, það er bara óþægilegt hvað er búin að vera margir á meiðslista og hvað við einhvern veginn náð einhvern veginn sem ekki alveg þessu rytma sem við viljum fá í lið okkar en þeir sem að fengið á tækifærna hafa verið að stíga vel upp finnst mér og fengið bara fullt af mínútum og eru búin að klukka, bara fullt af mínútum og fullt af reynslu. Margir ungi leikmenn sem eru að koma og spila sínu fyrstu leiki fyrir okkur núna í sumar, það er bara ánægt að sjá það en það er svona búið að vera svolítið óþægilegt hvað er búið að vera margir á meiðslilista en við getum svo sem ekkert gert í því, þetta er ekkert einhver vöðvameðsli, þetta er allt einhver svona stórum meðsli sem við getum ekki gert neitt í en það er bara áfram gakk og bara næstu maður inn og þessi strákar sem eru fyrir utan þetta, þeir eru klálega að koma hérna og hjálpa okkur og styðja okkur hver einasta leik. Robby Kvental, hann var í hóp í síðasta leik, minnum mig, ekki hóp í dag, hvar var hann? Já, hann er bara komið tilbaka, hann er bara á leiðinni og við erum bara með fullt af leikmennum sem eru fitt og klárir í þetta og eins og við sáum henni leik spilast að þá betur hann hvíla þannig leik og verður þá bara klári í þessi leiki sem er framöndan. Takk hérlega.